Ég nú aðeins bara að njóta þess að horfa hérna yfir þennan þétta og sal og í framhaldinu forstjóri og rektor og félagar, kæru félagar og góðu gestir. Myndbandið hafði þau áhrif á mig, flaug bara svona örskot í gegnum hugan, svona eins og myndbönd eiga að hrífa. Ég vil tilheyra þessu fólki. Ég vil vera hluti af þessu félagi. Ég vil vera í þessu samfélagi. Það eru hughrif sem eru jákvæð af því að yfirskrift þessa fundar eru fagleg samskipti í starfsemi Landspítala. Gleði er alltaf mikilvæg og í okkar störfum þá er leikgleði mjög mikilvæg. Og það er gott að hafa það að hugfast af því að fundarstjóri var að setja mér hérna einhver mörk hér áðan. Ég skal gera mitt besta. Ég átti upphaflega að ávarpa ykkur í gegnum fjarfundabúnað en til þess að tryggja góð tengsl og fagleg samskipti þá fórna ég auðvitað öllu öðru til að vera með ykkur hér í dag. Það er mikilvægt að tilheyra og það er mjög mikilvægt að upplifa það að tilheyra. Og það er raunverulega kjarni góðra samskipta. Landspítalinn hefur fjölbreytt og mikilvægt hlutverk í íslensku heilbrigðiskerfi. Ég veit ég þarf ekki að segja ykkur það. En hann er á þann hátt leiðandi í allri sinni starfsemi. Og sem slíkur þungamiðja íslenska heilbrigðiskerfisins og hjartað, eins og við segjum gjarnan, í kerfinu. Landspítalinn er líka leiðandi í allri umræðu heilbrigðismál. Og því má segja í því samhengi að mikilvægi góðra tengsla og samskipta eigi við bæði utanhús sem innan. Kæru gestir, ábyrg, upplýst og sanngjörn umræða ásamt uppbyggilegri gagnrýni getur stutt við hornstein velferðarkerfisins, sem er heilbrigðisþjónustan okkar. Traust og fagleg samskipti út á við er hluti af öryggismenningu. Öryggismenningu sem þarf að ríkja í heilbrigðiskerfinu. Þeirri sömu og er okkur svo dýrmætt og birtist meðal annars í ákalli heilbrigðisstarfsfólks lögfestingu á hlutlægri refsiábyrgð. Í ávarpi mínu hér fyrir ári síðan, við sama tilefni, þá ræddi ég áform að leggja fram frumvarp þess efnis og kom inn á mikilvægi þess að skapa traust í öllum samskiptum. Ég hef nú þegar mælt fyrir frumvarpi þess efnis á Alþingi og treysti því að það verði að lögum á næstu vikum. Það er mjög vönduð vinna sem liggur að baki frumvarpinu með aðkomu meðal annars ykkar besta fólks og fyrir þá vinnu vil ég þakka. Kæru félagar, árið 2022 var sannarlega viðburðaríkt. Viðburðaríkt á svo margan hátt og viðburðaríkt í starfsemi Landspítala. Samfélagið speglast í okkar störfum á Landspítala. Nýr forstjóri var ráðinn í upphafi árs, stjórn Landspítala var komið á fót og nú áramótin tók við nýtt skipurit á Landspítalann. Þetta var ár breytinga en það var líka álag í kjölfar heimsfaraldurs. Það er trú mín að Landspítalinn
komið sterkari undan vetri. Og af því getum við verið stolt og við getum verið stolt af spítalanum okkar. Starfsemi Landspítala og verður í stöðugri þróun og stöðugum vexti. Og það verður einhvern veginn alltaf þannig þegar við tölum hjartað í kerfinu að það samfélagið og umbreytingarnar og hraði umbreytingarna í samfélaginu hann speglast í okkar spítala. Meðal annars í því að aldrei hafa fleiri einstaklingar starfað á spítalanum og árið 2022. En spítalinn hefur löngum verið stærsti vinnustaður landsins. Góð samskipti, hvort sem að vinnustaðurinn stór eða lítill, forsenda þess að okkur líði vel, forsenda þess, vildi ég sagt hafa, að við veitum góða þjónustu. Því mætti segja að góð samskipti innan Landspítala með allan þennan fjölda sé í raun lýðheilsumál þjóðarinnar. Má getur félagar á dögunum kynntu við áframhaldandi uppbyggingar áform Landspítalans. Þar sem við fórum yfir stöðu verkefnisins og við fórum saman í það ég og forsætisráðherra og fjármálaráðherra. Verkefni sem við höfum þekkt lengi undir nafninu Hringbrautarverkefnið. Og það má segja að við séum í fyrsta sinn, þetta var kölluð fyrsta áfanga skýrsla, sem var svona grunnurinn að þessari kynningu. En við erum í fyrsta sinn í þessu flókna verkefni á þeim stað að geta talað annað en djúpa grunna, steypu og fermetra. Við getum rætt framtíðarskipulag spítalans út frá þörfum fólksins sem þarf á þjónustuna að halda og öllum þeim sem vinna á spítalanum. Uppbygging Landspítalans snýst nefnilega þjónustuna, snýst fólkið. Að skapa sem bestar starfsaðstæður og tryggja þann aðbúnað sem þarf til þess að Landspítalinn geti sinnt sínu hlutverki sem best. Áherslan verður lögð á innviði, lækningatæki, hugbúnað og fleira sem mun styðja við okkur við starfsemina ásamt því að skapa jarðveg fyrir framþróun og öflugt vísindastarf. Nýsköpun og stafræn þróun felur vissulega í sér ýmis tækifæri til framtíðar. En það alveg ljóst á okkar vettvangi að hún leysir ekki heilbrigðisstarfsmennina af hólmi. Nánd, hlýja, samkennd, umhyggja, uppbyggileg samskipti, það eru eiginleikar sem að ekki hægt að kaupa, byggja eða forrita. Þetta sé afar mikilvægt þegar við horfum á þetta í þessu samhengi, þessa framtíð okkar, í þessari öru tækni þróun og sannarlega þeim stuðningi sem að tæknin getur veitt okkur við okkar störf, að hafa þetta alltaf í huga. Og af hverju segi ég það? Vegna þess að það nauðsynlegt þegar kemur að því að byggja upp samskiptin og skipuleggja starfsemin. Góðu gestir, nýtt rannsóknarhús og síðan heilbrigðisvísindahús Háskólans mun gjörbylta aðstöðu til rannsókna, til kennslu og vísindastarfa Landspítala. Öflugar vísindarannsóknir eru eitt af grunnskilyrðum þess að heilbrigðisþjónusta uppfylli hæstu gæðakröfur og standist samanburð við aðrar þjóðir. Og munum þetta, vísindarannsóknir laða að öfluga vísindamenn og metnaðarfulla heilbrigðisstarfsmenn sem eru
hjartað í kerfinu okkar. Til að styrkja heilbrigðisvísindi enn frekar þá mikilvægt að við förum að raungera það sem lengi hefur verið á dagskrá, að koma á fót stofnaði heilbrigðisvísindasjóð. Slíkur sjóður á teikniborðinu, hefur verið í nokkur tíma og það komið tími á að stofna hann formlega. Og ég held að það tali mjög vel inn í þá uppbyggingu sem við erum með á borðinu og þá uppbyggingu sem á sér stað og ég fór hér yfir við Hringbraut. Það eru sannarlega spennandi tímar framundan. Þeir munu kalla á mikilvægt samráð, samtal og uppbyggileg samskipti. Þannig mun okkur farnast best. Virðing, öryggi og traust grundvöllur allra umbóta og framþróunar. Og það kannski þess vegna sem mér finnst yfirskrift þessa ársfundar jafn góð og hún er. Góð tengsl og fagleg samskipti eiga vel við. Hafandi sagt það, í ljósi allra þeirra umbreytinga og jákvæðu uppbyggingar sem ég fór hér yfir, samhliða framúrskarandi hugafari og þjónustu sem ávallt að leiðarljósi Landspítalans, höfum það alltaf hugfast, þá mun okkur farnast vel á þessari vegferð. Í lokin vil ég bara ítreka þakkir mínar fyrir að fá að vera með ykkur hér í dag. Við skulum njóta dagsins. Góða stundir.